Siggi, hvernig bara líður eftir þetta tap? Mér líður ekki vel, ærlega. Og mér voru sens til að allavega jafna leikinn á síðustu stundu en þannig að mér líður ekki sérstaklega vel. Svona leikurinn framan af, þetta var rosalega erfitt. Þannig að Þú voru ekki skapa ekki neitt mikið? Nei, við erum bara ömurlegir á síðasta þriðjung. Allt of mikið af feilsendingum, allt of veikburða einhvern veginn í kringum teginn og reyna allt of erfiðar hluti hérna í fyrri hálfleik sem að klikkuðu bara allir. Eigum ekki skot á markið í fyrri hálfleik. Einföldum aðeins leikinn í seinni hálfleik og mætum aðeins graðari þar, eigum aðeins fleiri moment þar en þegar á botninu er fólk þá þetta bara enn eitt leikurinn þar sem að anstæðingurinn er með miklu meiri gæði á síðasta þriðjung við og meðan það og við tökum jafn lélegar ákvarðanir og klikkam jafn mikið af sendingum að þá bara munum við ekki vinna einn einasta leik. Hvað þurfum við að laga á síðasta? Sóknarleikinn, bara ákvarðanatökur, við þurfum grimmar hlaup, við þurfum að æfa sóknarleik og fyrirgjafir og hlaupin í bóks endalaust og það bara skilur sér bara 0 inn á völlinn sem að ég þarf bara að fara að endurskoða það eitthvað. En sóknarleikurinn er bara ömurlegur á heildina. Skilur það er bara ómikið af tæknifeilum, það er ómikið af glötuðu sendingum, það er ómikið af lélegum ákvörðunum, þannig að fyrirgjafir og síðasta sending, þetta er bara ekki gott. Mikil bæting á hugafari og ákæðu og varnarleikur bara töluvert betri heldur en síðasta leik. Mér fannst það margt jákvætt í dag en það er bara að þú skorar ekki mark þá bara vinnur ekki einn einasta fótboltaleik. Þú náðu þess að þjarma á það og síðustu 20 mínútur, hvað fannst þið breytast á? Einföldum aðeins leikinn og svona sýndum alveg gott hugafari að alltaf fara og gera eitthvað og þú veist, mér fannst hugafarið í dag bara fínt en bara gæðaleysið í fyrirgjöfum og síðustu sendingu og ákvarðanatökur er bara eyðileggja fyrir okkur leikinn. Fáið vítaspyrnan í lokin, Einar Freyr á vítapunktinn, mjög ungur á þessu augnabliki, komið aldrei greina að senda einhvern annan á punktinn? Nei, hann er bara leikmaður sem að þrýsta svona momentum, þannig að það var bara engin annar sem kom til greina að taka þetta. Það er mjög langt niður eftir þetta augnablik, heldur það að vera erfitt að ná hann áttur? Nei, hann risti þetta, hann bara söktur að klúra vítinu eðlilega, hann er sigurvegari og allir sigurvegarar söktur að klúra tækifæri en hann verður mættur á punktinn bara leið og við fáum næsta víti. Bara eitt yfir vantarlega og eins og hann segir bara ekkert sáttur með þennan leik, 5 tapleikir í röðu núna, þetta svona áhyggjurnar farið að vera miklar. Það er bara fáránlegt að tapa 5 leikjum í röð, 3 af þeim algjör óþarfa að tapa í hér í dag, sýndu fínt hugafar, en aftur, það skiptir engu máli hvað þú gerir, hvernig hugafarið er og eitthvað, ef þú skorar ekki mark, ef þú hittir ekki síðustu úrslitasendingun og sparkar boltanum í markið þá tapar þú eða gerir 0 jafntefli. Og með við gefum svona einfalt mark eins og gáum hérna í byrjun og svo ef við skorum ekki að búin til færi þá erum við döðdæmdir. Þannig að ég er bara miklar áhyggjur af því að menn ætla ekki að fara að reyma á sig skóna að geta hitt sendingar, úrslitasendingar og hafa hugafari til að hlaupinu teginn og sparka boltanum í markið. Þá hef ég miklar áhyggjur. En við þurfum að vakna með það, við þurfum að gera betur að einhvern veginn stilla sókningina af og þá er þetta gott en þetta er bara alltaf stór partur af leiknum og mikilvægur til þess að við getum unnið leik ef við erum svona liðleg. Verður vel farið yfir sóknarleikinn á næstu dag? Við förum alltaf vel yfir sókningina. Það er bara við erum bara kannski að breyta því eitthvað. Affi ekki í hópi í dag, er hann meiddur? Já, lítilega meiddur, já. Takk fyrir þetta, Siggi og Gangvæð.